smíðinni að mestu lokið. Skrokkurinn, vængurinn, stélið. Afsakið. Þetta var Mummi. Hann kveikti þó ekki á helvítis pússifélni eins og sumir. Jæja. En ég ætla að fara að klæða þetta. Og ég hugsaði lengi og mikið og spekulerði og spáði og ég veit ekki hvað og endaði með því að ég fann hérna tvo skemmtilega liti, hvítan náttúrulega, sviflugur verður að vera hvítar og svona, ég veit ekki hvað þetta heitir, pearl purple á ensku, perlupurpuri og ég ætla að hafa þetta þannig að skrokkurinn verður hvítur hérna neðan og svo svona perlupurpuri hérna ofan og stélið verður þá perlupurpuri, það er stélkamburinn. Stélfluturinn hins vegar verður hvítur á neðan og purpuri á ofan. Og vængurinn verður þá svipaður, það er hvítur á neðan og perlupurpuri á ofan. Ég held að ég nenni ekki að vera að taka voðalega mikið upp við það að klæða þetta módel. Svo ég bara svissa myndavélinni þegar að eitthvað undarlegt kemur upp á. Hérna er vængurinn kominn, klæddur, fínn. Þetta er verulega fallegur litur, þessi purpuri. Og hérna neðan á er hann hvítur. Nú þarf ég bara að gera hallastýrin eins. En þetta er bara fínt. Hérna er ég byrjaður að klæða á skrokkinn og ég setti fyrst hérna ofan á og svo set ég hérna á hliðina. Ég gerði strik hérna við og lagði beina brún á filmuna og lagði hana á strikið og skar síðan hérna við hornið og fékk svona. Nú þarf ég bara að gera þetta hinum megin. Ég skal sýna ykkur hvernig þetta fer. Hérna er skrokkurinn og hérna er bútur sem ég ætla að setja á skrokkinn. Ég klippti hann svona skrítilega til vegna þess að þessi lína hér þarf að vera alveg bein og svo þarf þetta að koma hérna inn fyrir. Þess vegna er svona skrítið lag af þessu. Og þetta kemur sem sagt akkurat hérna fyrir neðan litinn á skrokknum.
Hérna ég búinn að setja á stélkambinn og hann límist síðan seinna meir niður á skrokkinn. Síðan hérna stélflöturinn og ég ætla að hafa hann hvítan að neðan og svona purpuralít að ofan. En ég ætla ekki að klæða hann að ofan fyrir en eftir að ég er búinn að líma þetta á skrokkinn og síðan stélflötinn ofan á stélkambinn vegna þess að hérna ofan á misfella. Það tungan hérna á stélkambinum nær ekki upp úr. Þannig að ég þarf einhvern veginn að fylla þennan skurð og sjá til þess að þetta verði allt slétt á ofan. Það aldrei ljótt ef það svona misfella hérna. En nú ætla ég að klæða þetta hérna að neðan með hvítu og ég búinn að klippa það til hérna, ætla bara að setja það á. Já, hérna módelið þá allt klætt eins og það rekur sig og tilbúið til að detta saman. Nú þarf ég bara að líma allt saman eins og það á að vera og þá fer þetta nú að verða nokkuð tilbúið.